Umræðan skaðsemi of mikillar skjánotkunar hefur aukist verulega síðustu ár, sérstaklega eftir COVID-19 faraldurinn. Hvernig enduðum við á þessum stað? Af hverju eyðum við og börnin okkar svo miklum tíma fyrir fram að skjái í leit að ódýru og skjótvirku dópamíni? Hvað gerðist? PISA-kannanir sýna sífelldar lækkanir, bæði á námsárangri og lesskilningi barna. Fullorðið fólk fer í auknum mæli í veikindaleyfi vegna kulnunar og börnin okkar glíma við vaxandi kvíða og þunglyndi. Foreldrar, kennarar, félagsfræðingar, stjórnmálamenn, heilbrigðisstarfsfólk og fólk úr öllum stéttum samfélagsins hafa tekið að fjalla þessi vandamál í fréttum, pallborðsumræðum, hlaðvörpum, skoðanagreinum og foreldrafyrirlestrum. Ný ríkisstjórn hefur jafnvel lagt til í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að skoða hvort setja eigi samræmdar reglur notkun snjalltækja á samfélagsmiðla í skólum. Þessi þáttur í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir unglinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Gestur okkar í dag engin annar en Þórarinn Hjartarson, þáttastjórnandi vinsæla hlaðvarpsins Ein pæling, sem hefur skotist upp á stjörnuhimininn síðustu misseri. Þórarinn stjórnmálafræðingur, nefileikaþjálfari og starfsmaður á sambýli. Hann þekktur fyrir að tjá skoðanir sínar af festu og hefur reglulega skrifað skoðanagreinar á Vísi. Vertu hjartanlega velkomin, Þórarinn. Já, bara mikið heiður. Takk fyrir að fá mig og bara fyrir ykkar framtak. Já, takk. Ég kynntist þér fyrst þegar þú tókst viðtalið við Atla Harðarsson og þú póstaðir því á Facebook-grúpuna Kvíðakynslóðin. Já. Og mér langar kannski að vita hvaðan þú kemur. Hver Þórarinn sem einstaklingur? Hvað fékk þig til að byrja að tala þetta málefni? Viðtalið við Atla, hvernig komst það? Já, ég og Atli Harðarsson vorum sem sagt að ræða Kvíðakynslóðina sem náttúrulega bók Jonathan Haidt sem við vorum að ræða alveg sérstaklega og ég á börn sjálfur þannig að ástæðan fyrir því að mér fór að vera umhuga þetta málefni reyndar áður en ég las bók Jonathan Haidt og áður en ég talaði af Atla Harðarsson. Ég er búin að tala oft við Hermund Sigmundsson og oft við Jón Pétur Símsen sem hafa látið þessi málefni sig varða og ég held bara eins og reyndar með margt annað þá held ég að við séum á svolítið rangri leið hvað varðar skjánotkun og börn og það reyndar ekki einskorðað við börn en börn eru aftur á móti töluvert verri í stakk búin til þess að takast á þennan nýja veruleika og ég einfaldlega sá ekki annað í stöðunni heldur en að byrja að tjá mig þetta en ég náttúrulega tjá mig mjög mikið hlut. Var eitthvað svona aha moment, eitthvað svona augnablik þar sem Nei, ég minnst rosalega gaman bara að skoða tölur. Kannski þegar Jón Pétur Símsen fór að vekja athygli á PISA-könnunum og þróuninni hvað það varðar. Ég hafði náttúrulega hlusta á Tristan Harris fjalla skjánotkun mjög mikið og hann náttúrulega setti þetta svolítið á laggirnar á sínu tíma með Netflix mynd sinni sem hét, það nú stóluð mér, Social Dilemma og það olli því að ég byrjaði svolítið að pæla í þessu og mér náttúrulega þegar maður pælir í þessu eins og ef við tökum bara eitt dæmi, bara símar í skólum. Þú hittir aldrei mannesku sem að segir við ættum eiginlega að vera að auka símanotkun í skóla. Það enginn sem myndi segja þetta. Nei. Og það rosalega gott að hugsa þetta út frá þessum svona hugmyndum hvað varðar símanotkun heilt yfir. Eins og þegar ég spyr fólk bara svona eins og að setja börnin á samfélagsmiðla. Það ekkert eðlilegt við og þegar ég spyr þau af hverju setur ekki fleiri myndir af börnunum en samfélagsmiðla? Þegar fólk heyrir þetta þá það hljómar alveg fáránlega. Og svona meira berskjaldandi myndir. Já, nákvæmlega. Og að vera einhvern veginn að auka þessa þróun. Og mér finnst rosalega gott að hugsa hverskins vandamál undir þessum formerkjum að maður spyrja sig bara svona af hverju gerir ekki meira af þessu? Já. Maður fær svona pínu varnartilfinningu þegar þú sagðir þetta. Já. Svona, nákvæmlega og þetta eitthvað svona sem ég fór að pæla í og ég fór að pæla í símanotkun og sérstaklega ungra krakka og ég að kenna úlingum og þeir úlingar sem ég var að þjálfa
fyrir 6 árum voru 13 ára og eru að, þú veist, nálgast tvítugsaldurinn í dag og þau eru mjög mikið í símanum en aftur á móti, sko, það sem mér fundist svolítið merkilegt er að þau eru í rauninni meðvitaðri skaðsemi þessa fyrirbæris meira heldur en foreldrarnir jafnvel eru, sko. Já, hvað eru þau að segja? Þau segja bara, við höndum þetta ekkert, við erum ekkert með framheila í að takast á við þessar aðstæður sem að er náttúrulega vottur af ákveðinu svona jákvæðri þróun hvað það varðar. En mér finnst aftur á móti svona ábyrgð foreldra og hvernig við horfum á þessar hluti við erum algjörlega stjörnugalin við erum byrjað að kalla sko tölvufíkla íþróttamenn. Já, við höfum talað eins þetta í ég veit nú ekki hvort ég hafa sagt frá því, ég var sko með 1964 klukkustundir á 1,5 ári í töluleik sem heitir Dota og alveg frábær töluleikur, ótrúlega gaman að spila hann. Bara nýlega sem Nei, bara fyrir svona 7 árum, eitthvað svoleiðis. En ég vissi alltaf varst barnlaus. Já, var barnlaus og en ég vissi aftur á móti að þetta væri ekki jákvæður hlutur í mínu lífi. Nei. Og það sem að mér hefur fundið svolítið breyst er sko, ekkert endilega við þurfum eitthvað að vera að skammast í fólki sem er að spila töluleiki, tölur eru góðra gjalda verðir í ákveðinu hófi. En þegar við erum farin að segja við börnin okkar sko allt niður í kannski 12-13 ára aldur að þetta séu bara íþróttamenn, þá erum við alveg á sko bara tökum sem dæmi íþróttamaður sem er út af því ég er að kenna hnefaleika eða tökum bara fótboltamann ef hann myndi koma til föður síns og spyrja hérna pabbi, af hverju er ég ekki að vera betri í fótbolta? Hann bara, þú verður að æfa meira, þú verður að vera meira í fótbolta og reyna að einbeita betur að þessu. Ekkert foreldri myndi segja, þú verður bara að spila meira í töluleiki. Jafnvel þó þú myndi fá spurninguna hvernig verður ég betri í töluleiki. Vistulega náttúrulega ættur ekkert að vera einbeitaðar að því, en í öðru lagi þá myndir aldrei segja við barnið þitt, heyrðu, vertu meiri í töluleikum, ég held að það sé skynsalegt. Og ættir að borða meiri sykur. Já, þetta er pínu þannig, sko. Þetta er bara svo tími sem börnin eru kannski í þessu, ég held að þetta sé bara það að fóldrarnir sé að gefa eftir, það er út af einhverju. Það er bara kannski bugun á heimilinu, það er einhver, hann er kannski, sumir segja, börnin eru búin að vera að eiga við félagslega samskipti allan daginn, lefum þeim aðeins að hvíla sig, þetta er alltaf af svona ástæðum einhvern veginn. Þannig að þetta er aldrei einmitt að þau ættu endilega farið innan tölvuleika eða að horfa á þetta út af því að þau hafa sjúklega gott af því. Svona sem maður segir, fara út að leika þér. Já, akkurat. Sko nú, já, ég er kannski aðeins leiðilegri með þetta, sko, mér finnst alveg bara foreldrar þurfi bara að rífa sig í gang, sko. Mér finnst við alveg þurfa að vera hægt að búa til afsakanir með eitthvað að samfélagi sé orðið einhvern veginn öðruvísi og þetta dót, sko. Ég bara, þegar við erum komin í þar aðstæður að fólk er með sér útbúin búnað út á Tenerife til þess að setja fyrir framan krakkana meðan að býða eftir matnum, þá erum við bara á kolrangri braut. En það er ekki eins og bara á Tenerife. Nei, bara hvar sem er, sko. Ég lendi í þessu hvert sinnum ég fer út að borða, þá eru börnin með, maður sé bara í IKEA um daginn, ég fór að borða í IKEA um daginn og þá var móðurinn hann að búin að stilla símanum upp fyrir frá börnin sín á meðan þau voru að borða. Og ég er mjög miklu ágjörð þessari þróun að þú getur ekki borðað í núvindund eða bara almennt beðið eða sitið rólega eða haga. Já, líka sko ef við hugsum út í þetta bara, sko hvers konar aðstæður eru krakkarnir að fara að takast á við síðan mér. Þau eru að fara að takast á við aðstæður þar sem að þú þarft fyrsta lagi náttúrulega að vera svona reyna að komast hjá því að verða háður einhverjum ákveðnum hlutum. Þú ert að fara að reyna að takast á við aðstæður þar sem að þú ert með það sem heitir delayed gratification eða einhver svona, já, ég man ekki hvað íslenska orðið er. Þú þarft að hafa fyrir til þess að fá. Eitthvað sem þú þarft að hafa fyrir og við erum að segja við krakka, nei, þú getur alltaf verið að fá einhvers konar jákvætt áreiti í þinn garð, bara alltaf. Og náttúrulega til langstíma þá náttúrulega er þetta ekki að fara að gefa þig neitt, en sko ef við horfum til þess bara þegar þetta er orðið fullorðið fólk, hvernig er að fara að takast á við aðstæður og þetta er samtengt og mér finnst við velta því allt og lítið fyrir okkur af hverju, eða sko til hvers þetta leiðir, því að þetta fólk er þeir aðelar sem við þurfum að fara að reiða okkur á eftir 30 ár, hvort sem að verður á einhverju hjúkrunarheimili eða til þess að búa til verðmæti fyrir samfélagið, en við einhvern veginn erum í þessari skammtíma hugsunum að þetta er einhvern veginn koma til með að bara leysa sér sjálft og það er líka svo auðvelt að bara setja síma fyrir fram að krakkan. Það er svo auðvelt að segja bara, heyrðu, hann þagar, hann gerir ekkert á meðan, ég þarf rosalega lítið að pæla í honum, ég veit í rauninni að ef ég set síma fyrir fram hann og fer og tekur þvottavél og reyna að græða matinn, þá veit ég að hann verður þarna. Ég þarf ekki að pæla í hvort hann sé að fara að rífa niður
eða rífa gítarinn eða í eitthvað svona eyðileggja eitthvað eða setja eitthvað upp í sig eða eitthvað fleira þvíumlit. Við þurfum ekki að pæla í því. Það er þetta sem að er vandamálið við þetta mínum sko. En líka þetta er notað mikið sem snuð að það var þarna málþing daginn þar sem sálfræðingur var að tala um þetta með alls ekki nota skjátækin til að róa tilfinningar. Já, við verðum að fara að gegna þær. En fólk að því það, ég hef ekki svona heitt þetta, það er alveg galið. Ímyndaðir eins 2 ára barn sem er í brjálaðskasti af því það er bara uppgefið eftir leikskólan eða bara, ég veit ekki af hverju þessi börn fara í brjálaðskasti, bara gera það mjög reglulega og það er bara grátandi í brjálaðskasti. Það er mjög auðvelt að kveikja á sjónvarpinu okkur að teikna mynd og bara Viltu að fara á hvolpasettinu? Taka athyglinni í burtu og það bara hætta að grenja og ok, flott. Í alvörunni, mér finnst það alveg galið. Þetta er allir mér finnst það ótrúlega skrítið. Og ég þarf alveg að bremsa stundum á mínu heimili bara, nei. Hún er í grenjukasti, hún er ekki að fara að horfa á sjónvarpið núna. Hún er að fara að grenja þetta úr sér og það er erfitt og það tekur þolinmæði en hitti miklu auðveldra. Það er kannski bara býð til önnur vandamál seinna meir. Það er bara auðveldara akkurat þarna en þú ert að fara að gera þetta margfalt erfiðara bara örfáum mánuðum síðar sko. Já. Eða örfáum vikum jável. Já, ég veit ekki, með foreldrana, mér finnst almennt séð við þurfa að eiga aðeins opinskári samræður það hvers konar ábyrgð foreldrar eiga að bera í samfélaginu. Þetta er ekki bara einhverja dúkkur. Mér finnst almennt séð, og nú veit ég við erum komin á svolítið hættusvæði, mér finnst almennt séð við hafa álitið börn eru orðin einhvers konar réttindi, ég á að eiga rétt á það að eiga barn og ég hugsa alltaf með mér, ok, mögulega á fólk alltaf að eiga rétt á því að eignast barn, en það þarf þá að vera undir þeim formerkjum að það sé hægt að takast á við þær aðstæður sem eru að fara óumflýjanlega að skapast. Já. Þetta er ekki bara dúkkur, þetta er ekki hundur. Þetta er barn sem að... Truflandi dúkkur. Já, en ég meina við tökum jafnvel það að eignast hund meira alvarlega heldur en eignast barn. Við erum alltaf að pæli því að hann má ekki vera að glefsa á þetta því að þá geta hann bitið einhver síðan meir, hann þarf að hlýða, við þurfum að fara með hann á námskeið, við þurfum að gera hitt og þetta. En með börn, já, nei, það er nú bara réttindi fyrir alla og við þurfum bara einhvern veginn að pæli því hvernig við nákvæmlega komumst í gegnum þetta sem foreldri. En hvað með barni? Einmitt. Þú hefur stundum talað ég veit ekki hvort ég að nefna þetta. Já, fær mig til að hlægjast þegar ég hlusta á þitt hlaðvarp og þú talar skömmina. Já. Taka hann tilbaka. Já, skila skömminni. Það er átak sem ég ætla í. Já, við erum ekki... Varandi hvað það? Að skila skömminni til foreldra. Þetta mun fara alveg með hana, Kristínu. Skila skömminni til þeirra? Já, að mér finnst að við þurfum að taka upp skömm aftur. Við fórum í þá vegferð sem samfélag einhvern veginn að tala skömm sem sjálfkrafa slæman hlut. Ég held að skömm sé mjög jákvæða hlutur. Við erum svo afsakandi við annarlega, við erum alltaf bara, við erum ekki að skamma foreldra, við erum bara að opna umræðina. Já, nei, ég held að við þurfum nefnilega að fara að skamma foreldra. Það er gott að hafa Þórarinn til þess að segja. Þú ert fínt jafnvægi, segðu okkur, hvað segirðu og hvað? Já, ég meina, bara að foreldrar eins og að, mér finnst alveg að við þurfum að taka það upp, að ef að einhvað foreldri er að tróða síma framan í krakka að láta hana þess vita. Þetta er ekki gott sko. Já, svona miðaldra konan sem er að skipta sér af í bónus. Já, ég held að miðaldra konan hafi rétt fyrir sér. Ég held að við þurfum einmitt að vera í aðeins meiri afskiptasemi, sérstaklega hvað varðar börn og ekkert eitthvað útúða manneskjuna og segja bara við hana, bara barnið þitt verður verri í stakk búið til að takast á við aðstæður síðan meir út af því hvernig þú ert að haga þér. Má ég spyrja, hefurðu bara í praxis, hefurðu komið með þetta? Bara í kringlunni? Já, ég hef gert þetta. Og ég hef rætt þetta líka, ég var hnefaleikaæfingu fyrir bara reynda vini mínu sem ég var með líka með núna en við vorum að ræða þetta fyrir svona 3 vikum að þá var hann einmitt að segja við mig bara núna hvert einu skipti sem hann sér einhvern að tróða síma framan í barnið sitt eða meðan hann sér útbúna búnað að þá bara segja við út af því að sko það er líka sem er reyndar annað dæmi í því hvernig við höfum mótað okkur sem samfélag er að það er einhvern veginn sko dyggð að vera einhvern veginn alltaf að ég ætla ekki að segja að vorkenna sér en að vera að vorkenna öðrum að við séum einhvern veginn já, svo samkennd já, mér finnst bara, já, samkennd sko, frábær bók eftir Paul Bloom sem heitir Against Empathy þar sem hann talar einmitt það að
sko, hann reyndar segir sko ekki samkennd, heldur samúð sé skaðleg fyrir samfélagið út af því að það veldur í rauninni okkar verstu tilfinningum hvað var það rasisma, það veldur rosalega vondum tilfinningum gagnvart því hvernig við erum tilbúin til þess að búa til ákveði stigveldi undir þeim formerkjum hvar fólk í samfélaginu. Hann tekur dæmi þetta að maður sem í fótboltabúning að ef að þú sérð hann pyntaðan og hann frá svona liði sem að þú heldur með að þá upplifur þú sömu tilfinningar og manneskjan sem að vera pyntuð en ef að það einhver manneskja sem í búning sem að frá gagnstæðu liði að þá færðu smá svona vott af ánægju yfir því að manneskjan sé að vera særð og það þetta sem hann talar sem samúð að það sé ekki sjálfkrafa jákvætt en þetta var svo sem útidúr í sambandi við að að eiga svona raunverulega samræður við fólk að það ekki kurteisi að ljúga að fólki undir þeim formerkjum að þú sért að vera skilningsríkur gagnvart þeirra sjónarmiðum. Við þurfum bara að horfast í augu við það að ef að barn of mikið með síma þá verður það heimskara. Þetta það sem Jonathan Haidt skrifaði reyndar áður en hann skrifaði þessa bók. Þá skrifaði hann bók eða reyndar pistil sem heit Coddling of the American Mind og fjallaði þar af hverju Bandaríkjamenn væri að vera 10% heimskari með hverja kynslóð. Og ég held að þetta sé stór þáttur í þessu að við erum að búa þannig hnútana að barn verður verri í stakk búið til þess að takast á við lífið ef við tróðum síma framan í það. Ég held að þetta, sko, út af því við byrjum að tala sérstaklega hvað varðar börn sem að fá síman og hvernig það verður svona aðeins erfiðar út af því að verður svona aðeins skapstikkara og eitthvað við þurfum líka að horfa á þetta í miklu breiðari mynd undir þau bara og horfast í augu við það að barnið verður heimskara síðar meir ef að þú ert að láta að hafa síman allan daginn og þegar að maður veltir þegar maður veltir svona fram þá held ég að sé miklu fleiri foreldrar sem væri kannski aðeins móttækilegri gagnvart þeirri hugmynd, það er ekkert foreldri út af því að þetta það sem við erum að ræða hérna og það sem þið eru búin að ræða í þessum þáttum það snýst ekkert það að foreldrum langi eitthvað að barnið verði einhvern veginn þeir langar ekki að skaða barnið það er bara eðli málsins samkvæmt en aftur á móti þá þetta ákveðið svona, sjálfsægi sem að þarf að móta sér út af því að þú ert að skaða barnið og þegar við setjum þetta í svona búning og þegar maður, eins og ég búin að reyna að gera við þurfum að koma þess að dagskrá sérstaklega hjá ríkisstjórninni núna 9 nákvæmlega þetta, við erum að skaða börnin, það þarf að verða einhvers konar átak og það hefur verið farið í svona átök, það var gert með sígarettur, það var gert með áfengisneyslu Við höfum talað mikið bílaöryggi bílarnir komið svona cirka 100 árum síðan og núna kennum við umferðarreglurnar það eru öryggibílar bílbelti, bílstólar allt þetta og eins og þú talar skömmina ef þið dytti eitthvað í hug að segja í svona mæðrahópin á Facebook að þú ætlar að setja barnið eitt og snemma í framvísandi bílstól þá þú algjörlega tekin á lífi það er gott ég vil fá og ég sagt þetta nokkur sinnum ég vil fá svipaða menningu þegar kemur að skjánotkun Já, ég held sko ég líka nokkuð bjartsýnn yfir þessu gagnvart þessu út af því eins og ég var að segja við ykkur aðan maður hittir ekkert mannesku sem að segja ég held að skjánotkun sé bara fín fyrir börn það er engum sem finnst það en það er einhvers konar flöskuháls sem við þurfum að ryðja á rúmi og það er mjög gott að þið séu að gera þetta hérna og maður hefur talað þetta við Hermund Sigmundsson, Jón Pétur Símsen allir sem að hafa tekið símana úr skólanum það bara áþreifanlegt hversu mikið breytist í öllu umhverfinu krakkarnir byrja að leika sér, þeir reyna að skapa sjálfur, þeir reyna að búa sér til afþreyingu með símanum þá ertu bara algjörlega bara heilalaus, þú ert bara að vera að búa hluti til fyrir þig þá ertu verið í stakk búin til þess að vera að búa til hluti sjálfur Þú ert að éta upp efnið, þú ert ekki að skila neinu frá þér en ég vil ekki heyrt einasta símalösa skóla að segja þetta var mistök Nei, stelpur, þetta er alltaf að koma sko. og hérna en ég held að það þurfi aftur á móti að íta eftir þessari þróun Já, ég held að það eina sem hægt að gera er bara að tala um þetta og skamma og skila skömminni skammast og hvernig viðbrögð hefur verið fengið, það hefur bara rekist á foreldri sem er búin að
rétta barninu sinni síman og það er að versla eða eitthvað. Já, ég reyndar bara gert það eins en ég skamma allir með, núna er ég með úlinga og ég var hunsaður þannig að þetta skipt en það skiptir svo mega máli en ég hugsa samt líka sko að maður kannski að planta okkur fræjum en ég er með úlingana sko þá banna ég þeim að vera í símanum inni út af því að ég segi líka við þið verðið heimsk ef þið haldið áfram og það er ekki bara ég var leiðilegur, það er bara staðreynd og ég reyna að útskýra fyrir þeim að skjánótkun, ég held að sé fylgni á milli þess að vera með lægri greindarvísitölu en þú gætir ella að vera með og skjánótkun, ég held að sé mjög mikil fylgni, þetta er ekkert vísindalegt en ég held að svona flesti sem örugglega hlusta með þau, já, það er eflaust rétt En svo eru úlingar orðin svo meðvitaður þetta bara þau vita, ef þau eru svo margir eins og hann Skúli hefur talað og Þú þekkir Vestur Skúla, Braga sem fjölmiðlanefnd Nei, ég þekki hann ekki en ég fíla ekki fjölmiðlanefndir endar en hann er búin að gera frábært hann er örugglega fín, já Við tókum viðtal við hann Já, og Davíð Már í síðasta þætti, hann var að tala um að úlingar væri alveg orðni meðvitaður að þetta væri ekki gott mál en auðvitað eru þau búin að missa tökin alveg eins og við fullorðna fólki Já, sem er náttúrulega Hvernig eiga þau ekki að missa tökin? Nei, svo er það versta í þessu sko að fullorðna fólki er engu skárra sko En það er einmitt líka kannski það sem ég langar aðeins að kveiki upp í fólki ekkert endilega skömmin, þú mátt gera það en það er reiðin þetta reiðin gagvart því hvað er búið að vera að nota okkur mikið að þessi tæknifyrirtæki eru búin að AB-prófa vörurnar sínar ef þú veist hvað það þýðir AB-prófa þá tekur þú út með hóp A og út með hóp B og þú ert með eitthvað vöru getur verið matur, getur verið tækni við þessu tilfelli kannski app Svona placebo-test ég veit ekki allavega þú ert með svona ein testgrúpp og eina grúppu sem fær ekkert Nei, þú ert með 2 hópa og þú gerir kannski litla breytingu í hóp A og aðeins öðru sem litla breytingu í hóp B og þú sérð hvort engage er meira hvort fær meiri virkni hópi B fekk meiri virkni flott, þá fyrir við þangað og svo gerum við þetta aftur og aftur og aftur og aftur 1000 sinnum eða oftar þá er þú komið með vöru sem fær það mikla virkni og er það ávanabindandi að það er ekki hægt að slíta sig frá því þau gerir þetta líka með gjörunin matvæli þetta er bara það gómsætt á bragðið að þú getur ekki hægt að borða það og þetta er bara engir viðvæningar sem er að Nei, við erum að tala hérna klárasta fólk í öllum geirum er hérna á brjáluðum launum við að vinna þetta við það að halda athyglinni þinni eins lengi og hægt er í samkeppni við hvað? Í samkeppni við svefniðin, í samkeppni við félagsleg tengsl, í samkeppni við námið, samkeppni við allt í annað í lífiðinu og önnur tæknifyrirtæki. Og ég vil rauninni að fólk kannski fatti að þau eru varan, athygli þeirra og tími er varan. Þetta er eini hluturinn sem þú átt, sem þú getur ekki fengið tilbaka. Þú getur aldrei eignast meiri tíma, þú getur aldrei eignast meiri athygli, þú færið þetta ekki tilbaka. Það fengið tíman tilbaka. Þú getur ekki fengið tímaðinu athygli tilbaka. Þú ert búin að eyða athygliðinni yfir daginn í eitthvað ákveð, þú getur ekki fengið það tilbaka. Og það á líka við börniðin, þannig að ég vil bara fá svona meiri reiði inn í fólk hvað þessi tæknifyrirtæki eru búin að misnota aðstöðu sína og líka að löggjafar hafi ekki haft í rauninni nú hraðar hendur eða vita á því hvernig á að bregðast við þessi tækni þróast svo rosalega hratt að þú ert hérna sem foreldri eitt á móti öllu klárasta fólki í heimi við hefum ekki róð í þetta já, þú bara ekki séns hvað sem þetta reiðikastið já, en ég meina, ég skil þetta með að skila skömminni fólk það bara að vera meðvitað en ég vil líka að það fatti það bara búið að vera að nota okkur rosalega mikið fyrir auglýsingatekjur í rauninni. Já, ég nefnilega sko, ég er kannski með aðeins öðruvísi út af því ég er mikill frjálshyggju maður og mér finnst að fólk eigi að fá að bera ábyrgð á sjálfur sér. Ég er sammálaður einhver lit og ég var mjög mikið þar sem þú ert. Ég var rosalega mikið í því bara heyrðu það er verið að mæla nákvæmlega dópamínflæðið hverju sekundu og til þess að reyna að hámarka það til þess að fá depur síðar en það var allavega búið að tikka inn auglýsingatekjunar og ég er alveg sammálaður að stórum hluta en aftur á móti ég var að tala við hann Guðmund Hafsteinsson sem hefur verið að vinna hjá Google og Apple
Það er áhugavert fyrir ykkur að fá hann í podcastið. Ég hlusta á það viðtal. Já, og ég hef meiri áhyggjur í dag af því að við munum ekki koma til með að nýta okkur gervigreind á þann veg sem hægt er að gera til þess að þetta bæta lífskjör og annað hérlendis. Og út af því að þú talar að löggjafinn hafi ekki verið að taka nægilega mikið á þessu. Við sjáum eins og í Evrópu, það er löggjafinn búin að taka allt of mikið á þessu. Þeir eru bara að fara í einhvers konar ákveðni á ýmsum sviðum, hvað var atvinnustarfsemi og fleira. Þá eru þeir að fara í gegnum ákveð hnignunaraskeið sem að ekki sér fyrir endan á. Þannig að þetta er tvíeggja sverð. En þegar kemur að börnum? Já, þegar þetta kemur að börnum þá, en þar aftur, við þurfum að ríða okkur í gangi sem foreldrar. Þú veist, Jonathan Haidt talar einmitt það, bara börn yngri en 16 ára ekki vera með snjallsíma. Nei. Það þykir í dag vera bara svona einhvern veginn fjarlægur draumur. Mér finnst það ekki, mér finnst að við ættum bara að reyna að, og ég vil ekki einu svona löggjafinn gera það, bara foreldrar eigi að skamma sín fyrir það að láta barn hafa síma. Ég held að við séum fljótari jafnvel, og þess vegna erum við að þessu að kannski breyta samfélagsumræðinni heldur en að bíða eftir löggjafald. Já, bara þegar við gerum fólki grein fyrir að barnið þitt verður heimskara við það að fá síma, að þá verður þetta auðvelt að selja þetta. Ég held að sé svolítið þannig, og ég er bara fastur á þessu að við þurfum að skila skömminni til foreldra og passa upp á það að foreldrar séu meira, ég þól ekki að segja meðvitaðir, en að þið séu meira meðvitaðir bara skaðsemi þessar hlutar sérstaklega fyrir börn. Þetta er samt, þá myndi kannski einhver segja sem er ósammála okkur, þetta er bara hluti af nýjum veruleika, börn þurfa að læra á þetta og fleira þar fram eftir götunum. Það er kannski einhverjum millivegur, kannski er ég full róttækur í því að sjá hvernig best að fara í þetta, en þá allavega lætur ekki barni hafa síman til þess að geti farið upp á herbergi og verið þar í 9 tíma til 5 á nætuna þegar það mæta 8 í skólan. Þú veist, þetta er svo einkennilegur veruleiki eitthvað, og eins og segi, ég held að horfi til betri vegar, en það þarf rosalega að þrýsta á þessa þróun, sérstaklega út af því að bara, og svo ég segja það nú aftur, barnið þitt verður heimskara ef þú lætur að hafa síma. Mér svolítið fyndið og nefnir þetta af því að ég og maður minn vorum að lesa hérna grein fyrir jól. Þið er alltaf að gera svo mikið saman. Við höfum svo mikið sameiginlega áhuga maður þegar kemur þessum málefni. Það var að koma út bók hérna eftir Guðjón Friðriksson sem heitir Börn í Reykjavík. Já. Ég man ekki töluna þessum er ég hérna aðeins að googla hérna. Það voru eitthvað ákveðmörg börn á ári dóu, þetta voru svona börnin í Reykjavík sem voru bara alltaf úti á malbygginu eða þarna í mölunni, og bílar voru tiltölulega nýir. Þetta var árið Íslands samfélag undanræðin 150 ár, og þegar að tala fyrir svona 100 árum þegar börnin voru út að leika alveg frjáls, það var engin leikskóli eða skólaskylda eða neitt, og það voru ákveðmörg börn sem dóu alltaf á hverju ári bara því að bíll keyrði á þau, að þau voru bara út að leika sér á meiri götu. Núna vita allir foreldrar að þú átt að leiða barnið yfir götu, það þarf að kenna að býða til grannakallinum, það þarf að spenna beltið þegar það fer í bíl. Núna vitum við bara þessa hluti, það er búið að innræta þessar reglur, þessar umferðarreglur í hausina okkur. Ég held að eftir 20 ár þá munum við horfa á þetta öðrum augum og hugsa hrista hausinn. Já, hrista hausinn og hugsa bara já, auðvitað eiga börn ekki vera á samfélagsmiðlum. Og læra umferðarreglurnar á tækninni. Já, ég held að Grímur Atlason á ágætis tilvitnun sem að er eitthvað á það leið að hvort myndirðu kaupa kartón af sígarettum handa barninniðinu eða síma. Hann sagði bara kartón af sígarettum allan daginn. Það er bara ekki spurning. Bara miklu skarra að fá barn til þess að reykja heldur en að láta það að síma. Og ég er sammála þessu. Ég held að það væri, ef við þyrftum að velja á milli þá var það bara heilla spor að reykja pakka á dag, Þetta er svo ótrúlega vont fyrir hausinn, Það sem ég held að hafi gerst, því ég svolítið bara vil vita hvernig þetta gerðist, ég held að þetta hafi of mikið pepp í kringum tæknina fyrir svona 10 árum. Þegar það var, að snjallsímarnir voru komnir, samfélagsmiðlar voru að byrja,
og það var þetta peppa þessi nýsköpun og nútímatækni og þessi fjórða iðnbyltingin og öll börn eiga að fá iPad í skólum og þú veist, svo þau bara eitthvað í Kahoot í tíma eins og það sé eitthvað byltingarkennt mín skoðun en það mín skoðun líka og að við höfum kannski bara verið aðeins og spennt fyrir þessar nýju tækni það kom líka bara aftan á okkur, þetta var bara nýtt og spennandi og óslega gaman að vera á Facebook vist maður bara allir maður nokkuð tímann hitt bara alla þeim síðan var það svo skaðlaust að í byrjun já. Og síðan voru börnin bara eitthvað sýndu þessu áhuga bara já, hann má alveg leika en einhvern saklausan leika hvernig ættu að sjá þetta fyrir samt síðan verða leikirnir og tölvurnar alltaf bara meira ánumbyndi og meira og síðan við getum ekki tekið þetta í burtu núna hann er búin að vera að spila í þessari spjaldtölvunni í 4 ár ég vil ekki vera að taka núna, þetta er allt í lagi og fara svona samferð sem þetta sé kannski bara ekkert svo slæmt og síðan erum við öll á þessu líka og svo bara rosa fínt að geta verið bara í tölvunni þegar hann hvort þegar bara í spjaldtölvunni og svona heldur þetta bara einhvern veginn áfram og síðan kemur bara COVID og þá bara algjörlega missu við öll tökin á þessu og það eru bara, þau eru allan daginn bara í tölvum, í fjarkennslu og þeim leiðist og mikið hitta vinni sína og eru bara öll að spila og ég veit að eins og Fortnite, það var ekkert verið að fara út að leika eftir skóla, það er bara Fortnite eftir skóla, við hittumst í Fortnite og núna bara einhvern veginn vöknum eftir bara við svona vondan draum bara. Er eitthvað foreldri sem lætur barn hafa iPad, þú veist, sér fólk ekki sómann sinn iPad? Í að láta barn hafa iPad Veistu ekki iPad-börnin? Nei, ég vil ekki bara vita aðeins Ég held að sé flest öll börn Nei, það smá krútlut hvað þú ert einhver svona búblu Já, mér líður svona eins og ég sé í búblu þrjú börn í Reykjavík mér finnst pínu eins og ég veit ekki, mér fannst þetta rosalega alvarlegt bara fyrir ekki svo löngu en mér finnst ég bara sjá svo miklu minna að þessu Það eru 6 ára börn með snjallsíma Já, ég veit það sem er algjörlega stjörnuruglað Já En ég meina, þú veist, það er náttúrulega bara eitthvað sem að foreldri núna, út af því að, eins og segi, svo ég segja náttúrulega, mér finnst að horfa til betri vegar. Ég held að ekkert foreldri hugsi núna, já, það var gott að ég gerði þetta. Ég er sammálaður, ég held að þú veist, við erum fann að tala um þetta, þessi bók kom út sem er alveg frábær og hefur, mikil umræða, sprotti út frá því og eru mörg lönd, bara eins og Ástralía núna að fara að banna samfélagsmiðla undir 16 ára aldri. Og já. Ég er mjög spennt að sjá hvernig það fer það er mjög misjafnar skoðanir að því en ég er samt bara hlakka til að vita hvað gerist Mér langar bara svo að varpa ljós eða sko bara svona ef ég reyna að skyggnast inn í veruleika bara það sem ég einhvern veginn þekki af eða hef séð að þú veist að börnin eru bara kannski á YouTube eða eitthvað, þú veist, í iPadinu sínum eftir skóla og ég veit ekki hversu langur tími, ég held að sé engin sérstök tímamörk. Ég held bara frá foreldrinu sem er kannski bara bugað með hausinn fullan af einhvern verkefni og vinnunni, hefur ekki headspace í að þú veist verða eitthvað svona ástriðfullt eins og við að bara eitthvað nei, þetta gerir börnin mín heimskari. Ég held að veist, það bara ná ekki alveg þangað og bara veist, svo eru önnur börn og svo tekur einhver grátkast og maður þarf að losna við hitt og svo þarf að elda og ég held bara að það sé ekki alltaf þessi hugsun sem nær inn. Nei, þá þarf fólk bara að spyrja sig, bara ertu með ástæðu gagnvart börnunum þínu? Já. Það er bara svo einfalda spurning og ég meina, og þú ert ekki með það ef þú lætur að hafa síma. En mér finnst eins og börnin sem eru núna kannski á leikskóla aldrei, að það er þeir foreldrar sem eru bara nýlega orðnir foreldrar, eru farin að pæla mér í þessu, eru hægt að gefa börnunum iPad og ætla kannski að fara aðeins að ekki, það er komin svona samstæðinan fóreldrahópa í skólum það að senka þessu alltaf. Fullkomin dæmi til mér, ef þú lætur að barnið þetta hafa iPad, þá ættir að skamma sín. Bara ekki spurning. En það sem ég líka ágjör af er þessi kalla týnda kynslóðin sem eru krakkarnir sem eru núna úlingar og hafa seinustu 10 ár verið með snjallsíma og alla þessar samfélagsmiðla og eru núna með mikið þunglindi, mikið kvíða, líður mjög illa, gengi illa í PISA-könnunum og fleira. Þú þarft ekki að hafa ágjör að þið, við hefum nóg að lyfjum. Sko. Eða niðurgreitur sálfræði tímum. Nákvæmlega. Þetta er náttúrulega en mér finnst að vera svona, ég veit ekki hvað íslensku orðið er, svona collateral damage. Svona, þetta er bara svona kynslóðin sem þurft að gangi gegnum þetta og verða fyrir barðinu til þess að við gætum vaknað til lífsins og séð skaðan. Ég reyni eftir fremsta megni að vera ekki jákvæður og ég reyna að sporna mjög mikið við því að vera með jákvæðar hugmyndir hérna. En ég er jákvæð gagnvart þessu. Og því ég held að
þrátt verið skaðsemi þessar hlutar að þá þegar að, og ég sé þetta bara hjá krökkunum sem ég að kenna, að þegar þú tekur þetta út að þá eru fráhvarfseinkennin einhver lítilsamt út af því ég held að vellíðanin verði bara svo áþreifanleg strax og ég held að fólk er rosalega fljótt að koma tilbaka. Ég held að það sé rosalega fljótt, auðvitað einhver skaði sem skeður, sérstaklega bara að maður hugsar bara þann fórnarkostnað sem að fór í, eins og þau voru að tala tímann, sá fórnarkostnaði sem að fór úr æsku þessa krakka sem auðvitað gríðarlega mikið áhyggjefni, en ég held aftur á móti að það horfi til betri vegar. Hvað var það? Ég hef miklu meira áhyggjur á foreldrunum. Ég hef búin að vera að tala við sálfræðinga sem að segja mig frá því bara, það eru bara foreldrar hérna sem eru bara að hlaupa á milli lækna, ekki til þess að spyrja hvort að krakkin geti fengið hérna greiningu, heldur til þess að fá það staðfest út af því að þau eru búin að chat GPT-a hver eru einkennin, fara til læknis, útskýra fyrir lækninum segir, ég er bara ekki viss, heyrir augljóslega að foreldri sé búið að reyna að fá upp á skrifa amfetamín handa krakkanum, en það er bara, nei, við þurfum að náttúrulega koma þess í hann út af því að síminn er greinilega ekki nóg friðþæging, að þá þarftu að fá amfetamín fyrir krakkan líka. Og Jakob Birgisson, ég veit ekki hvort þessi ég er búin að sjá uppistandið hans nýja, þann var einmitt með frábært dæmum þetta sem hann var að tala um ADHD-lyf sem að mér finnst líka að vera til umræðu að það sem hann segir einmitt og sketsin er einhvern veginn svona, ég vona hann fyrirgefið með það, hann náttúrulega byrjar að vinna á Alþingi þannig að hann er ekkert að fara að skemmta hann einu lengur hann segir sem sagt já, ég er búin að ég á vini sem eru á ADHD-lyfum og þeir segja við mig að þeir hafa farið til læknisins og hann hafi bara, já, þú ert með athyglisbrest og eitthvað fleira þar fram til göturum, hann fekk lyf og hann kemur til sín, sem sagt Jakobs, segir, og hann kemur til mín og segir við mig, heyrðu, ég er bara nýr maður og Jakob segir, já, og ég er náttúrulega bara hósum fyrir það, en ég hugsa alltaf, að sjálfsögðu ertu nýr maður, þú ert á amfetamíni. En það tekur 2 ár samt. Að hvað? Að fá greininguna. Að fá greininguna, er það? Ég held ekki. En af hverju eru til dæmis foreldrar að hlaupa á milli lækna? Það er alltaf, bara, og hann segir þetta við mig, þetta læknar, sálfræðingar og læknar sem að segja þetta við mig og sumi foreldrar eru það desperate að þeir eru að láta gera þetta. En hann sagði við mig að það hefði verið ákveðin bara svona stemming yfir þessu þannig. Ég skil. En náttúrulega ef að fólk með enga taugaþroskaröskun fengi þessi lyf, þá eru þau bara mjög eirðalaus. Ég held að það sé alveg bara... Já, en... Þekkit ekkert rosalega mikið. En af hverju erum við að nota 10 svona meira en þetta með Svíjar? Það er ekki bara meira myrkur og með öðru sér DNA, þetta voru svona óþekki vikingar sem kom ykkar. Ég veit það ekki, ég þori ekki að fara með það, en mér finnst þetta vera hluti af stórkostlega einkennilegri þróun og ég er búin að vera að segja, þegar við erum að tala um skjánotkun, að læknar eiga bara geta skrifað upp á takkasíma, Já, ég reyndar sammála þar að ég myndi vilja sjá að ef þið er að fara þessa leið, að þá væri allavega verðt að prófa að minnka skjátíma og auka hreyfingu og sjá hvað gerist fyrst áður en höldum áfram með ferlið. Já. Ég hefði aldrei það. Svo reyndar út af að tala um leið og skjátíman var minnkaður að þá kemur svo mikið veljaðan á móti. Ég hef samt heyrt af foreldrum sem eru svo mikið vandræðum og þau ætla að taka þetta föstum tökum og þetta er kannski börn sem eru 8, 9, 10 og þau bara spíkspora bara hvað ég var að gera út af því að vinirnir eru heim í tölvunum þeir eru einhvern veginn eða þau hægt að vera eitthvað að sökka svona í Lego þau eru bara svona eins og búin að missa getuna að dunda sér getuna að bara fara og spyrja eftir einhverjum eða og viðkomandi er það bara í tölvutímanum sínum og hann fær það bara að fara inn og vera með þetta er svolítið flókið þetta er að tala líka Jonathan Haidt mikið um það að þetta verður að vera sameiginlegt átak meðal foreldra getum þetta ekki ein við getum þetta saman já, emmett og ég veit ekki hvað ég myndi gera ég myndi bara segja, láta allar koma bara út með mér í göngutúr, skóaferð eitthvað, en þetta er kannski erfiðar en að segja það, að vera með 10 ára barn sem er vant að vera í tölvunni og... Já, ég veit, þurfum við samt ekki að líka bara að vera foreldrar. Ég mitt, Brynja Níelsson er góða félagi minni, við erum báðir sjálfstittlaðir uppeldisfræðingar þar sem ræðum svona mál en ég meina þá þarf líka bara foreldrar að geta stíðið upp og sagt bara heyrðu, hættu þessu
Já, þarf ekkert eitthvað. ég meina fóreldrar ráða þessu. Já, en svo eru kennarar að díla við það bara hérna, já, nei, einhverju krakkar með einhvern hérna, hugmyndur einhvern rétt sinn og einhvern engarétt á símanum og einhvern svona rugl. Mér var bara sparkað úr skóla, sko, réttilega. Já, Mér finnst við að bæði foreldrar og kennarar eiga að geta verið með aðeins meira, ég er ekki að tala um eitthvað ógnarvald, en ég er að kennarar séu ekki að sjálfsögðu gott að við séum ekki lengur með kennaraprikið, en mér finnst við aftur á móti að sko að kennarar eigi geta hvest sig á þess að fá eitthvað brjálað foreldri hérna upp í skóla. Þetta er sko, og ef einhver er að hlusta á þetta og hugsa með sér já, nei, þá er kennarinn sem að kennarar eru í svona 99% tilfella í rétti þegar krakkinn þinn kemur með eitthvað tuð úr skólanum. Það er bara þannig og við þurfum bara að horfast í augu við það að krakkinn er ekkert einhver engillinn þinn, hann getur alveg örugglega verið skíthæll og við þurfum bara að takast á oft við þær aðstæður sko. Rættum að sem þetta í síðasta þætti að hérna ég er með takkasíman þegar ég var úlingsskítur þá var ég með takkasíma og var alltaf eitthvað að senda SMS-in undir borði og inn í pennavæskinu mínu og fleira. Það var eitthvað annað í boði, hvað er gömul? Ég er 92 módel. Já, ég er 91, þannig að það var ekkert annað í boði heldur en takkasíma. Gamlega gauði Nokia þannig og hann var bara tekinn af mér og bara, ég þetta bara að fara upp á hérna skólastjóra og ég gerði það alveg kennara minn alveg brjálað, hann var alveg komið ógeð af mér og það endur var bara þannig að ég var bara hættu svo eða bara síminn er bara fjarlæður að eilífu og þá endaði það bara þannig. Það varð bara að vera þannig. Ég get rétt svo ímynda mig hvernig ég væri því ég hugsa oft tilbaka mig sem úling, ég gat alveg verið óþólandi og ef ég hefði haft hérna snjallsíma með öllu internetinu og öllum heimsins aftræðingum, tífólíð og síðan bara með hérna backup, mátti ekki taka þetta af mér. Ég bara veit ekki hvernig þetta hefði verið. Ég væri ekki eins mentu og ég veit það ekki. Það sjálfsögðu ekki. Mér finnst líka sko eitt mjög slæmt sem að við höfum tamið okkur í okkar menningu gagnvart börnum. Það er að segja við sjálf okkur að börnin eru svo klár og börnin eru svo gáfuð. Og ég held að bara ekki, börnin eru ekkert gáfuð. Hvað er að tala um? Hafið talað við börn? Þetta er ekki gáfaðir einstaklingar sko, börn eru við reynslu. Hefur þú eitthvað tíma sagt ég var svo gáfaður þegar ég var 15 ára? Þetta er það sem ég er alltaf að segja. Ég hugsa alltaf sko, hvað ég var til í að hafa 18 ára sjálfa mig til þess að veita með ráð núna. Hvað að tala um? Maður var algjörlega heilalaus. En og ég segi þetta líka við úlingana, ég segi þið eruð ekki gáfuð sko. Þið eruð bara ekki neitt gáfuð og þau eru það ekki. Þau eru 16 ára, krakkar skítar oft og eru algjörlega frábæri. Krakkar geta verið klárir, geta verið rosalega klárir, útsjónasamir, fundið út og verið lausna með þeir, gagnvart einhverjum svona litlum vandamálum, en svona hvað varðar reynslu og geta tekist á við aðstæður með sko alltaf á bakinu sem að maður hefur upplifað, þannig tekum maður góðar ákvarðanir. Krakkar taka ekki, þau eru líffræðilega með óþroskaðan framheila sem að gera það að verkum að þú ert verri í stakk búin til að taka góðar ákvarðanir. Óþroskaðan heila til 27 ára? Er það komið 27? Ég held að það var 25. Ég held að það var 25. Það var ekki 16 ára. Þeir eru nýskriðin upp úr því. Nákvæmlega. Og þannig að eins og ég segi, það að við höfum einhvern veginn alið í okkar menningu að börnin séu svo gáfuð. Þetta var bara einhver della og það sem að ég tel að sé vant í þessu. Og ástæðan fyrir þess að ég er ekki bara að segja til þess að vera leiðilegur, ég er líka að segja þetta að þetta mótaði okkar viðmót gagnvart þeim sem einstaklingum sem að gera það verkum að við einhvern veginn leyfðum að hafa lausari tauminn gagnvart því að taka eigin ákvarðanir. Krakkar og börn eiga ekki að taka eigin ákvarðanir. Þau eiga að vera undir forsjá foreldra sem að þurfa að vera vel í stakk búnir til þess að takast á við ýmsar aðstæður. Það er ekki hægt að vera með krakka sem er búin að vera 9 tíma í símanum með einhvern gólandi fáráðling sem foreldri að mæta upp í skóla út af því að kennarinn hvæsti aðeins á hann og svo ætlum við bara að segja þetta er örugglega bara mjög gáfaður einstaklingur. Þetta er ótrúlega einkennilegt. Ég heyrði einhverja sögu og ég man ekki hvort að það hefði verið í þínu hlaðarpið eitthvað annars staðar. Hvað? Ég veit ekki, þú voru að segja mér fyrst. Það var og ég er ekki góð að segja hana þannig að bear with me. Ég er mjög spennt. Ég hef kannski nefnt þetta aðeins en það var þetta með flugvélina og flugmannin. Já. Þú veist, þú ert flugmaðurinn í flugvélinni sem foreldri
og börnin eru farþegarnir og kemur ókyrrð í loftið, þá ert þú ekki bara að snúa þér að farþegunum og segja, já, hvernig ættum við að handla þetta? Það er líka bara veldur kvíða. Já, brjálegin kvíða, ég meina hvernig heldur það sé að vera í flugi og það er ekki Fyrst við erum kvíða hljóðvarpið. Já, og þetta er mjög góða punktur og þetta er náttúrulega varpar ákveðnu ljósi að því hvernig við horfum að vandamál í dag, en eins og ég segi, sko, ég held að við þurfum fyrst og fremst sem foreldrar hættiði að kalla tölvuleiki íþróttir, skilurðu? En ég veit samt dæmi þar sem, og ég er svona sammála, það þarf ekki endilega að kalla þetta íþrótt, en ég veit samt dæmi að þar sem Svona jaðarsett börn. Já, það er bara ákveðna einstaklingar sem eru bara eins og, ef maður bara flokkar rétt tölvunörd krakkar, eða kannski sem hafa bara mikið áhuga á þessu og er ekki mikið fyrir fótbolta eða íþróttir. Og eiga kannski erfitt með félagslega samskipti, þú veist. Já. Ég er skammaður mjög ofta af vinum mínum fyrir að fara með þessa ræðu sem ég er búin að fara með henni í dag, út af því að þeir eru að starfa með fylki meðal annars í tíðan bæta og þeir fara með þessa ræðu, sko, að það eru ákveðnir einstaklingar sem að þrífast ekki vel annars staðar, eru svona introvertar og finnst óþælt að vera í félagslegum aðstæðum og blómstrar svolítið að þessu sviði og ég, sko, og þá segi ég alltaf, ég er ekkert að tala gegn tölvuleikjum. Ég spilaði tölvuleiki og sko þessar 2000 klukkustundir rétt tæpið sem ég var að tala um aðan, það var bara á 1,5 ári. Ég spilaði tölvuleiki í frá ég var 13 ára þangað til ég var 25-6 ára, sko. Og mér finnst mér strax gaman að fara í tölvuleiki ennþá. En þegar við erum farin að móta okkar afstöðu gagnvart því, út af því að þetta er náttúrulega bara friðþæging foreldra. Við erum að segja sem foreldra bara já, nei, hann er sko íþróttamæður. Þá þarf þetta ekki að takast á við aðstæðunar. Já, ég skil alveg hvað það tala og er svo sem alveg sammála. Það er kannski að kalla þetta eitthvað annað en íþrótt. Þetta er ekki íþrótt. Nei. Sko, og svo segir alltaf, hvað með skák, er það íþrótt? Og ég segi alltaf, ok, ef að sá sem að hannaði skák væri að búa til nýtt mengi þess hvernig skák er spiluð til þess að hámarka dópamínflæði og til þess að viðhalda einstaklingnum eins mikið fyrir framan skákborði, þá myndi ég segja, nei, þetta er kannski örugglega ekki töluleikur. Nei, íþrótt. Það er það sem er að gera þessu töluleiki. Þeir eru að reyna að hámarka það og ég meina, það er engin, ég kenni íþróttir, það er engin að æfa sig í 13 tíma á dag og svo þegar fótboltinn er tekin af þér að þá trillist barni, hann er bara svo mikill íþróttamæður, honum finnst það bara svo gaman. Þetta er náttúrulega bara eitthvað að siðróf, sko. Nei, þetta er bara mjög góð punktur. Þessi punktur út af með fótboltan, við höfum mér sem nefnt áður í þessu. Já, því að við hlóum svo mikið þegar við lásum ykkur grein eftir þarna. Já, var hann eftir þig? Já, einmitt, við vorum að tala um daginn. Hvað grein var það? Ég gleym alltaf hvað ég Ertu svona mikið að segja hvað þið finnst? Já, þetta var einhver grein, annarkvort skrifaði einhver grein eða einhver skrifaði grein eftir podcastinu þar sem hún sagði þetta. Já, það getur verið. Annarkvort eða. En ég hló mikið af þessu og sendi þetta á hana og hún hló mikið af þessu líka og svo höfum við spjallað þetta hér. Já. Þetta er bara gott dæmi, ég er alveg sammála þessu að það er enginn að fara, ég væri rosa mikið til að fá eitthvað hingað, kannski í hlaðvarpi sem hefur mikla reynslu af þessum töluleikjum? Nei, rafíþróttum. Já, töluleikjum, þetta heitir ekki rafíþróttum. Til þess að, já, kannski bara, við vitum bara ekki nóg mikið þetta kannski, en ég hef fengið formann Rísi til mín, sko. Já. Og mér fannst það ekkert, hann er ágætis félagið minn, sko, en þetta er náttúrulega líka ákveðin hagsmunni, það er mjög mikið af peningum í þessu. En ég vil líka vita, þú ert kannski sem foreldri vart með eitt barn í rafíþróttum og annað barn í fótbolta og bæði börnin fara í skóla og fara síðan í sínar íþróttir og koma síðan heim, það hlýtur að vera eitthvað munur. Ég tek sjálf eftir því að ég einstaka sinnum spila líka töluleiki, ég er ekki Nei, tjók. það er gaman í töluleiki, þetta er bara ekki og ég er íþróttir. ekki að tala á móti heldur tæknið eða tölvuleikjum, bara svo það svo hreinu. Þegar maður er að spila hann svo seint, maður fyrir að spila töluleiki 2 tíma og alltaf síðan að fara að sofa, það er bara ekki séns. Þú er bara algjörlega uppvíraður í hausnum, liggur á kottanum og þarfst allavega 2 tíma til þess að ná 100%. hausnum niður aftur til þess að ná að sofna. Þannig að ég er hugsa hver allir sé munurinn á barninu sem er í fótbolta og börninu sem er í rafíþróttum og þau fara koma bæði heim síðan 13 langan dag, borða kvöldmat og
Og hvað svo? Eitt barni bara hérna uppvírað og hitt bara afslappað og til að fara svo? Ég held að töluleikir séu allt í lagi í hófi. Þeir eru mjög nýjum. Ég spilaði sem maður var stundum að taka bara 16 tíma daga ef maður var í frí. Það var alveg mjög gaman oft en mann leið ótrúlega illa eftir það. Já, mann gerir það. En hérna, Og aldrei tekið svo langt. og eins og segi, töluleikir trufla mig ekkert þannig, en mér finnst þetta vera, við erum alltaf að búa til einhverja afsakanir. Nei, barnið mitt fær ekki greiningu. Nei, barnið mitt bara í íþróttamaður. Nei, þetta nú ekki PISA-kannar þetta bara öðruvísi PISA-kannar sem við erum að taka. Hvernig ætlum við að takast á það? Jú, við felum bara niðurstöðunar. Nei, þetta þarf bara alltaf að leysast bara út af því að við þurfum að læra að nota síman okkar og hvernig ætlast í þessa barninu að læra á síman. Það tók við svona dag að læra á þessa síma, þeir eru svo auðveldir. Barnið þarf ekki að læra á síman, hættu þessu. En þetta alveg svo, þú getur ekki, börnið þarf að læra að keyra. Já, það bara að gefa hann bíllyklana og það bara að fara að keyra á æfingu. Nei, þú kennir þér kannski umferðarreglunar í undibúning að því að einn daginn fara hann kannski að keyra. Við getum kennt þeim gervigreind, við getum kennt þeim góða hegðun á netmiðlum. Þú kannski segir ekki eitthvað á netinu sem þú myndir ekki segja við manneski í lyftu og deila myndum og upplýsingum sjálfu þér og netöryggi og kenna þeim þessa hluti en þú ert ekki að rétta þeim bíllyklana. Nei. Þú veist, af internetinu. Nákvæmlega. Bíllyklana af snjallsímanum. Vilt þú bæta einhverju við? Nei, ég góður í bíli. Búin að tapa fyrir daginn. Já, ég var endur að taka upp líka sjálfur Já, ég ætlaði að spyrja, ertu búin með? Já, ég tók upp í dag og í gær Búin að segja nóg af skoðunum í dag. Já. Og ef ég gerir það ekki hér fyrir fram mækina þá gerir ég bara í vinnunni Já, eða heima það fara engin frí, já, og líka heima. Já, nákvæmlega, þau heppin. Já, þau heppin, nákvæmlega. En frábært, það var ótrúlega gaman að fá þig. Bara takk aðeinslega fyrir mig, það bara og enn og aftur, takk fyrir að vera með þetta framtak, ég minnst það mjög jákvætt. Ég held að þetta sé þjóðþrefaráð. Ég í svo mikið af einhverju svona alls konar hugleiðingum, þannig að það talaði það ef þú ætlar að fara að tjá þig allt og tjáður þig ekki neitt en ég reyna að tjá mig einhvern veginn allt og reyna að komast það. En það mjög gott að þið séu með svolítið fókusinn, kastljósið á þessu. Þú tjáðu þig nóg til þess að koma allan hingað. Já, ég bara, og ef þið vilja einhvern veginn fá mig aftur, þá ég alveg til það. Þetta alltaf velkomin. Ekki bra, takk aðeinslega. Takk.